Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Elskan mín, veistu ekki að þú þarft að flokka rusli heima hjá þér? Já, ég á 3 ruslatunnur og við flokkum í þær allt það rusli sem að kemur að heiman. Beint að heiman! Í síðustu viku unnu nemendur í 8. til 10. bekk Oddeyrarskóla á Akureyri þemaverkefni umhverfið og á meðan var venjuleg stundatafla lögð til hliðar. Markmið umhverfisvikunar var meðal annars að nemendur gerðu sér betur grein fyrir ábyrgð sinni í samfélaginu og hvað þeir gætu gert betur. Verkefnin voru fjölbreytt, meðal annars listaverk, tónlist og myndbönd. Við litum við í Oddeyrarskóla og fengum að skoða nokkur af verkefnunum. Við byggum til lag umhverfið og það við ætlum að gera verkefni umhverfi og hvernig við getum bætt umhverfi. Hvernig við getum breytt heiminum. Og hvaða skilaboð voru í laginu ykkar? Bara að byrja að flokka og spara rafmagnið og spara heita vatni. Við vorum að syngja það. Hvernig var að gera svona verkefni? Það var mjög gaman að semja lag og við fórum líka upp í stúdíu og taka upp lagið. Hafið þið prófað að gera svona áður? Nei. Ekki lag, bara fullt af stuttmyndum og Já, við gerum það. Þið gerðuð hérna listaverk. Segðu mér aðeins frá því hvað þetta er. Við tókum svona vírnet og þræddum plast í gegnum og gerum svona hafið og erum að vekja athygli á hvað plast fer illa með svona sædýr og bara sjóinn og eiginlega allt plast endar í sjónum. Mér sýnist þið eru með hérna svona staðreyndir líka á bakvið listaverkið. Já. Þannig þið hafa nú kynnt ykkur málið dálítið vel. Já. Við vissum náttúrulega alveg slatta þetta en síðan lærðum við líka nýtt. Hvað getið þið sagt mér um plast? Við erum búin að framleiða jafn mikið plast þessi 10 ár en við gerðum allir síðustu öld. Þannig við framleiðum jafn mikið plast frá hvað, 2007 til 17? Já. Eins og alla 20. öldina? Já. Og þetta er allt saman unnið úr, plastrusli eða hvað? Já. Hvaða skilaboð myndu þið vilja senda til fólks varðandi plast og rusl? Endurnýta meira. Bara hugsa sig áður en að nota svona mikið plasti. Ekki nota plast. Plast er hættulegt. Plast er ekki gott fyrir umhverfið. Við fórum hérna út í fjöru hjá átaki og tókum myndbandi þar bara af plasti og hlutum. Og hvaða áhrif hefur plast á umhverfið okkar? Það til dæmis drepur dýrin í sjónum og fuglana. Já, hvað að gera rusl og bara hvað Íslendingar henda miklu mat og rusli í náttúruna. Þegar ég var að gera þetta verkefni fór ég út og var að ná í rusl til þess að gera þetta verkefni og það kom alveg saklega mikið óvart hvað var mikið rusl sem ég gat fundið úti til þess að nota í þetta verkefni. Og bara út á götu þá? Og þú ert með hérna listaverk, getur aðeins sagt mér hvað þetta er? Þetta eru greinar og allt þetta rusl fann ég út á götu. Er þetta jörðin svona skítug? Já. Hvað var skemmtilegast við þetta að gera þetta verkefni? Himinninn hérna. Þetta er allt úr lifandi vísindi tímableiðum sem ég klippti niður og límdi á þetta. Við ákveðum að búa til listaverk og við byggum þá til dýr úr rusli en aðalega plasti og þetta er þá til þess að sýna hvernig plastið drepur þá dýrin í sjónum og bara hvað áhrif rusli hefur á dýrin á jörðinni. Hvaða áhrif hefur ruslið á dýrin? Hellingadýrum eru fyllt með rusli innan og þá er það til að sýna að þau borða ruslið, halda þessi matur og þá deyja þau eða dýrin geta fest í plastinu og þá bara skemmast líkamar þeirra og þau bara deyja. Hvernig datt ykkur í huga að gera þetta? Við vorum bara að tala svona hvað okkur langaði að gera í sambandi við náttúruvernd
okkur finnst mikilvægt að þá vernda dýrin og svona og þá ákvað að gera eitthvað tengsl við hvernig maðurinn hefur neikvæð áhrif á dýrin og hvernig við getum gert eitthvað til þess að bjarga þeim. Hvað getum við gert? Það eru hellingar af svona litlum einföldum hlutum sem við getum gert til þess að minnka rusl, þú veist bara flokka, ekki taka einnota plastpoka, spara rafmagn og bara passa, þú veist, henda rusl á skynsaman hátt þannig að þetta fer ekki bara beint út í sjóinn. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.